Dagur, þið voru svona músin sem læti sér inn í úrslitakeppnina og fóruð að stríða öllum. Hvernig kom þetta allt saman til? Já, hann var eiginlega að segja, ég veit ekki hvað að segja, þetta búið að vera alveg ótrúlegt, þetta skulle hafa gerst. Engin bjóst við okkur annað og við svona höfðum eiginlega trúið sjálfur að við ætlum að reyna að halda okkur á falli og lætum okkur hérna inn, einhvern veginn ótrúlega nátt í restina. Þið fenguð Terence Watson til að þjálfa og spila með liðinu. Kom hann með svona kraft í starfið? Já, hann kom bara mjög jákvæður hérna inn og bara ferskur strákur, náungi og gerði bara fína hluti. Það er ekkert farið að renna út af batteríunum hjá þér og eilíða rúlingurinn? Já, jú, ekki að segja þetta sé svona eiginlega síðustu metrarnir í þessu. En við sjáum til á næsta sísoni hvað verður. Við sjáum hvernig sumarið fyrir með þig, hvort þið verði ekki farið að kitla í ágúst? Já, alveg örugglega fyrir með að kitla. Það er hugurinn, hann kitlar alltaf, það verður. Og alltaf langar mun að byrja þegar haustar að þessu. Hérna í seinni hálfleik, ef við ræðum aðeins þennan oddaleik, frábær aðstaða, frábær mæting, svona draumaleikur fyrir alla. En var það síðari hálfleikur og svona kannski úrræðaleysi ykkar í sókninni sem var eitthvað bannabiti? Já, það má eiginlega segja að það hafi rétt alveg utar naglan á höfuðið þannig að við mættum bara ekki til leiks hérna í síðari hálfleik og við vorum svolítið fyrir síður í sóknarleiknum. Það er alveg á hreinu. Við vorum að leita alltaf mikið inn á okkar stóra þjálfara og það var ekki að gera sig greinlega. Við hefðum þurft að gera betur í sóknarleiknum. Hvað með þetta stóra ef? Hvað ef? Ef þið hefðu nú farið upp? Hefðu þið verið stakkbúnir í það? Já, ég held að það hefði alveg verið stakkbúnir í það. Því hefði verið reddað, eins og öllu. Glæsilegt, til hamingju bara með frábæra leiktíð og takk fyrir góða skemmtun. Já, takk hérlega fyrir.